Góðan daginn og velkomin á fjárfestakynningu VÍS fyrir annan ársfjórðung ársins 2022. Og til að fara við fjórðunginn og svona fyrir helming ársins þá var fjórðungurinn góður. Við byrjum að nefna þarna jákvæðar fjárfestingartekjur sem einkar ánægjulegt í mjög krefjandi aðstæðum á mörkuðum. Nafnávöxturinn var 1,1% og tekjurnar 450 milljónir rúmlega. Skýrist einkum og sér í lagi af óskráðu eignunum, Kerecis og Controlant og Arnór mun koma betur yfir þetta, eða fara betur yfir þetta á eftir. Veturinn var þungur en þó voru engin stór tjón, þetta var dálítið af svona kaskótjónum og slíku, en svona stærri tjón voru ekki hjá okkur. Hafði áhrif á samstæðuhlutfallið, bæði til góðs og jákvætt og neikvætt. Verðbólguvæntingarnar héldu áfram að hækka, það hækka samstæðuhlutfallið. Grunntryggingareksturinn sterkur og góður og samstæðuhlutfall fjórðungsins 98% og verið þarna á sama stað og á sama tíma fyrir ári. Það ásamt því að við höfum gengið í miklar hagræðingaraðgerðir og meðal annars til dæmis skipulagsbreytingar sem við kynntum á síðasta fundi. Þá horfum við til þess og erum ánægð að segja frá því að horfur fyrir árið óbreyttar, að samstæðuhlutfallið verður á bilinu 95 til 97%. Nú við horfum á lykiltölur rekstri fjórðungsins, þá þarna iðgjöld upp á 5,9 milljarða, samstæðuhlutfallið eins og við sagði áðan 98%. Það rétt að hafa í huga og ég mun koma aðeins inn á það á eftir þessar tæknilegu vaxta- og gengisbreytingar vátryggingaskuldar sem eru vegna núvirðingar og hækkun vaxta. Þarna jákvæð tala upp á 151 milljón. Afkoma 476 milljónir og arðsemi í fjár á þessum fjórðungi 2,8%. Fyrir 6 mánuðina eru 11,6 milljarðar í iðgjöld, samstæðuhlutfallið 102%. Ávöxtun fjárhagna tæp 2% og gjaldþolshlutfallið sterkt 1,65 og við sjáum þarna líka að tæknilegu vaxta- og gengisbreytingarnar telja þarna 390 milljónir tæplega í reksturinn. Lítum þá aðeins á vátryggingareksturinn. Þróun iðgjalda sjáum við hér, hækkun upp á 4,6%. Það vert að hafa í huga og ég hef nú komið að því áður að í þessum tryggingarekstri þó oft þannig að 1. janúar mjög stór í endurnýjunum og þannig að sú endurnýjun kemur inn og dreifist síðan yfir árið. Þannig að þannig að sú endurnýjun nær ekki vísitölubreytingum eða verðbólgubreytingum sem verður á árinu. Þannig að það hérna alltaf dálítið lakk í því þegar iðgjöldum sé koma framtíðar þegar verðbólgan breytist í framhaldinu. En engu síður þarna 4,6% hækkun iðgjalda. Það ekki launungarmál og við komum inn á það á síðasta fundi að við ætlum okkur meira í sókn og við vorum með skipulagsbreytingar sem áttu að eiga og munu stuðla því að við munum brýna okkur í þessa veru. En leið segjum við líka og það jafn mikilvægt þegar að fara af stað í svona hlaup að hugsa vel allt til enda og iðgjöld ekki sama iðgjöld. Við erum að fókusera á og einblína á arðbær iðgjöld og horfum til þess hvernig viðskiptavinir okkar eru samansettir og hver þróun endurnýjunar hlutfalls og annað í mismunandi flokkum og við höfum nú farið yfir það áður hvernig þessi flokkar eru en það stóri fókusinn hjá okkur. En allar þær breytingar sem við vorum með og kynntum á síðasta fundi lúta að áherslu í sókn og sölu. Við sögðum frá skipuritinu. Við höfum verið að ráða inn fólk og manna stöður og þannig að við horfum mjög jákvætt og til tímabilsins sem framundan er. Þar að auki erum við að vinna í svona digital verkefni hjá okkur sem vildarkerfi félagsins. Og þar ætlum við að vera fyrst tryggingafélaga að verðlauna viðskiptavini á gagnsæjan máta fyrir tryggð og hversu lengi þeir eru hjá félagi. Við viljum líka nota þetta vildarkerfi, þetta app til þess að vera svona hjartað í okkur samskiptum, vera með krossölu, kynnast viðskiptavinum, átta okkur á því hvað hann vill og þekkja hann í gegnum þessa rás. Miklar væntingar og vonir bundnar við þessa vegferð og við munum kynna þetta til sögunar á næstu misserum.
Ef við horfum á tjónin, þá þarna lækkun í tjónum tímabilsins, en horfa á réttilega til þess að þetta eru tjón án hluta endurtrygginga, en á síðasta ársfjórðungi, sem sagt á fjórðungnum fyrir ári síðan, var þar tjón sem var miklu leyti til endurtryggt, en engu að síður lækkun á þessari tölu. Við sjáum líka hvernig tjónahlutfall greinaflokka er. Þarna sjáum við það sem ég kom inn á kannski áðan varðandi þungan vetur, hvernig frjálsar ökutækjatryggingar sem eru kaskotryggingarnar eru hærri en sama tímabil á árum áður. En engu að síður er undirliggjandi tjónarekstur og tryggingarekstur sterkur, og grunnrekstur er 72%. Við vorum ekki með nein stórtjón. Það er jákvæð matsþróun fyrir ára, en neikvæð áhrif hækkandi verðbólguspár hefur áhrif á samstæðuhlutfallið og tjónshlutfallið sem nemur þarna 5%. Og niðri hægra megin erum við með mynd svona til áréttinga frá síðasta fundi, þar sem við fjöllum og ítrekkum áhrif vaxta og verðbólgubreytinga á vátryggingarekstur. Þetta eru stórar tölur sem eru þegar breytingarnar eru svona miklar, og það er vert að hafa það í huga og rifja upp hver áhrifin eru. Og til þess að örlítið rifja þetta upp, þó að fyrirlesturinn síðasti hafi verið algjörlega ódauðlegur, að þá er rétt að benda hér á að þegar að verðbólguspár hækkar, þá hefur það jákvæð áhrif á fjárfestingartekjurnar og það hefur neikvæð áhrif á tjón tímabilsins. Það er að segja að tjónaskuldin hækkar vegna þess að við væntum þess að við erum að borga meira vegna væntingar verðbólgu í framtíðinni, og þar með hækkar tjónaskuldin og neikvæð áhrif á tjón tímabilsins. Hins vegar ef að vextirnir hækka, að þá breytir það ekki tjón tímabilsins, því að allur sá ávinningur sem lýst á því að núvirðingin lækkar og tjónaskuldin lækkar kemur gegnum þennan lið sem nefnt á tæknilegar vaxta- og gengisbreytingar. Og árið þessa þarna fyrra sem er varðandi verðbólguspár sjáum við að er 5% á tímabilinu, eins og fram kemur myndin þarna niðri vinstra megin. En undirliggjandi tryggingarekstur sterkur og við erum bara jákvæð fyrir árinu, og eins og sagði áðan að horfum til þess að horfurnar séu óbreyttar. Ef við horfum á starfsemina, þá sjáum við hvernig samstæðuhlutfallið hefur verið að þróast og er að komast á þann stað sem við viljum vera á. Rekstrarkostnaðinn sjáum við uppi hægra megin, og áhugavert að horfa til þess að hvernig þetta hefur verið í rauninni meira og minna óbreytt í krónutölu séð öll þessi tímabil, og þarna horfum við frá 2018. Og meira segir það þannig, ef við tökum þarna annan ársfjórðung 2018, berum við saman við annan ársfjórðung 2022, 4 ára seinna, að þá var hann 10 milljónum lægri núna en á sama tímabili 2018. Þetta tengist þeim aðgerðum sem við erum í og þeim aðhaldi sem við erum að vinna með hérna í félaginu, og við sjáum líka kostnaðarhlutfalli fyrir annan ársfjórðung þetta árs. Það er 0,2% lægra en á sama tímabili fyrra, en það segir bara hálfa söguna og tæplega það. Við sjáum hvernig apríl kemur út hærri, en það er vegna aðgerðanna sem fórum í skipulagsbreytingar og gjaldfærslu vegna þeirra. En við sjáum hvernig maí og júní er marktakt lægri, og það er þessi þróun sem við erum að horfa til að sé inn í komandi tíma, og þessar hagræðingar aðgerðir sem við höfum gengið í munu skila sér inn í reksturinn í framhaldinu. Við höfum nefnt skipulagsbreytingarnar og við fórum yfir það á síðasta fundi, og sjáum hvaða væntingar við höfum til þess, áhrif þess á þetta ár og á ársgrundvelli. Það er líka rétt að nefna að við erum að minnka húsnæði hér í Ármálunum. Við erum búin að vera á 3 hæðum, en erum að loka 1 hæð og ætlum að vera á 2 hæðum. Þannig að það er töluverður sparnaður í því, og við höfum væntingar til þess að það komi inn á eitthvað inn á þetta ár, en einkum sér að lagi í framhaldinu. Síðan höfum við verið í ljósi þess að við erum komin yfir þennan fjárfestingakúrfu í tækninni og ÖT, þá erum við að draga verulega úr fjárfestingum þar og ÖT verktakakostnaði, og horfa til þess að það hafi áhrif upp á 80 milljónir þessu ári, og ársgrundvelli getur þetta verið alltaf 200 milljónir. Umfang þessara hagræðinga aðgerða er að horfa til að séu 400 milljónir á ársgrunni,
hefur jákvæð áhrif á horfur þessa árs og fram á við. En ég vil ítreka það að ætíð erum við að horfa fram á hámörkun arðsemi í rekstrinum og fjárfestingar í IT og öðru alltaf gerðar með þeim forsendum að það sé arðbær fjárfesting fyrir VÍS, fyrir viðskiptavini, fyrir félagi og fyrir hluthafa. Efnahagsreikningin sjáum við hér. Ef til vill ekki mikið þar að frétta nema þarna kannski að handbært fé töluvert hærra en var áramótin og svo þarna fjárfestingaeignirnar sem að lækka þarna úr 44 í 41 en Arnór ætlar að fara betur yfir þennan hluta og ég ætla að biðja að koma hérna upp Arnór og taka þess við. Já, takk fyrir Helgi. Mörgum hefur verið tíðrætt slæman annan fjórðung og hann var í raun og veru bara mjög erfiður á mörkuðum og ég fór í smá sögulega greiningu hvað langt síðan við sáum bæði hlutabréf og skuldabréf lækka og bæði verðtryggð og óverðtryggð skuldabréf lækka og ég þurfti að fara aftur til ársins 2007 til að finna slíkan fjórðung en þá vorum við samt sem áður ekki með sambærilega lækkanir á skuldabréfum og vorum að sjá á þessum fjórðungi og þess vegna mjög ánægilegt að geta sýnt í ákvæðar fjárfestingartekjur í fjórðungnum og það í raun og veru þrennt sem kemur til. Vissulega fókusinn kannski á önnur hlutabréf og óskráð hlutabréf en fyrir að fyrsta þá jákvæð afkoma skuldabréfasafninu sem við teljum vera mjög jákvætt í þessu erfiða árferði. Númer 2 sem kemur betur inn á eftir umfram ávöxtun af skráða hlutabréfasafninu okkar og síðan í síðasta lagi vissulega hækkun á óskráðu hlutabréfum. Í skuldabréfaflokkunum þá voru vissulega ríkisskuldabréf og skuldabréf sveitarfélaga að lækka. Önnur skuldabréf, þá að tala fyrirtækjaskuldabréf, erlend skuldabréf og kreditsjóð sem hafa verið að hækka í fjórðungnum. Skráð hlutabréf skila -1 milljarði í fjárfestingartekjur. Önnur hlutabréf 1,3 milljarður í plús og í heildina þetta 450 milljónir. Þið sjáu breytingarnar á eignaflokkunum, það kannski helst bara nefna þar að eins og Helgi kom inn á lausafjárstaðan að hækka. Það kemur svona til og ég kem aðeins betur inn á næstu kláru, fyrst og fremst út af markaðsaðstæðum á skuldabréfamarkaði. Þið sjáu að skráða hlutabréfasafnið að lækka og það svona fyrst og fremst bara út af lækkunum á markaði og svo sjáu þið hækkun á öðrum hlutabréfum sem kemur fyrst og fremst til út af hækkunum. Við sjáum síðan ávöxtun fjórðungsins og ávöxtun fyrri ársreikningi sem þá 1,9% sem þá verulega miklu minni var á liðnu ári sem var náttúrulega alveg einstakt á eignamörkuðum á móti. Nú ef við förum aðeins yfir í skuldabréfaflokkana þá kannski myndi ég segja helstu tíðindi þar að við erum farin að draga úr verðtryggingu og eignasafni og vorum að gera það fyrirpart fjórðungs. Okkur fannst verðbólguálagið vera að koma svona í svona hærri hæðir sem okkur taldi eðlilegt og sérílega á lengri endanum og þið sjáu að við erum að draga úr eign okkar hérna á RIX 26 sem vissulega telst ekki sérstaklega langt verðtryggð skuldabréf og svo voru að draga talsvert úr eign okkar í LSS 34 og svo sjáu það að nýtt óverðtryggð skuldabréf kemur hérna á lista sem RB 42 sem faktisk lengsta óverðtryggða ríkisbréfið og önnur stærsta eignin okkar RB 28. Við höfum svona verið að halda meðallíftímanum nokkuð stuttum í safninu og það hefur skilað sér náttúrulega vissulega í þessum árangri á skuldabréfasafninu að við höfum ekki lent í þessu tjóni þrátt fyrir hækkandi ávöxtunarkröfu og það var bara raun og veru segja að það sé mjög vel. Við sjáum að verðtryggingarhlutfallið náði þarna hæstu hæðum í 60% í lok fyrsta fjórðungs og komið í 53% núna. Ég vildi líka benda það að 25% af safni okkar á fljótandi vöxt sem náttúrulega líka trygging í þessu vaxtahækkunarferli og þessu verðbólgufasa sem við erum í. Ég vildi aðeins sýna ykkur líka stærðina á fjárfestingarsafninu frá 2018 og ég ætla að ítreka það að þegar það horfa á fjárfestingareignirnar okkar þá verður að taka handbært fé líka með. Þannig að það dugar ekki bara að horfa á fjárfestingarsafnið per se og því að við horfum náttúrulega líka á kaststöðuna, ekki öllu leyti en stóru leyti inn í fjárfestingarsafnið sem við sjáum þarna sem rauða partinn af kökunni uppi. En þið sjáu svona myndina það niður hægri megin að sjáu að safnið vissulega stórt í sögulegu samhengi í kringum 43 milljarða. Það var á einhverjum svona 30-35 milljarða bili þarna 2018-19. En síðan vildi ég líka benda ykkur á hvernig eignaskiptingin hefur verið á safninu og það má eiginlega segja að núna erum við svona í hærri kantinum á hlutabréfa eign
bæði í skráðum og óskráðum, sem telja langleiðin í 40% og þið sjáu hvernig það hefur svona þróast í gegnum tíðina. Nú, hvað hlutabréfin varðar, þá sjáu þið þarna annars að skráða hlutabréfasafnið okkar sem telur 10 milljarða í lok fjórðungs og önnur hlutabréf sem faktisk óskráð hlutabréf 7 milljarða. Eins og ég kom aðeins inn á áðan þá var árangurinn bara nokkuð góður á skráða hlutabréfasafnið, markaðirnir voru erfiðir, safnið okkar lækkaði 9%, meðan viðmiðunarvísitalan voru svona í kringum 12-13% niður, eins og við sjáum á grafinu þarna uppi, og sjáum við 6 mánaða þróun að safnið er 7,5% niður fyrstu 6 mánuðina, en vísitalan er 12% niður og ánægjulegt að sjá að safnið er að skila umfram árangri í markaðnum sem var niður á fyrstu 6 eftir mjög góð tímabil árum þar á undan. Breytingarnar sem við vorum að gera á fjórðungnum ber kannski helst að nefna að við vorum að bæta í Arion banka og Íslandsbanka. Við bættum aðeins í Play, vorum að bæta í Arnarlax, Icelandic Salmon sömuleiðis. En á móti vorum við að draga úr eignum okkar í Kviku. Við komum mestu leyti út þar, vorum að minnka aðeins í Festi og seldum í aðdraganda skráningar hérna á Ölgerðin og Marka. Og þess bara geta að afraksturinn á Ölgerðin sem telur einhverjar 300 milljónir kemur inn í skráða hlutabréfasafnið okkar á þessum fjórðung. Og svo að lokum önnur hlutabréf sem eru það óskráð hlutabréf og framtakssjóðir. Þar var náttúrulega afkoman verulega góð og kemur náttúrulega fyrst og fremst til út af Kerecis sem öllum er kunnugt ástæðan fyrir því. Við vorum með gengisskráð á $28 og í tengslum við hlutafjáraukningu félagsins þar sem erlendir aðilar komu mjög sterkt inn. Þá hækkaði gengi verulega á eign okkar sem telur 916 milljónir inn í fjórðunginn. Sömuleiðis var hækkun á virði kontóla, við vorum með í 10.000 og færið upp í 12.800 og aftur það er bara það sem við teljum á umtalsverðum viðskiptum sem telur 233 milljónir. Aðrar óskráðar eignir sem við ber að nefna er Kórifarma, Bláa lónið og svo Anada. En svona til að ítreka það þá uppfærum við gengi á þessum eignum og erum með okkar aðferðafræði því og það er svona fyrst og fremst til þar ef það er umtalsverð viðskipti með félögin eða einhver tíðindi og það gerum við ársfjórðungslega. En að því sögðu ætla ég bara að bjóða Helga aftur. Takk Arnór. Við sjáum hér gjaldþol félagsins vera stígandi frá út inn í árið og við sjáum það komið hérna 1,65 sem sýnir bara að fjárhagslegur styrkur félagsins er mikill. Við sjáum breytinguna á gjaldþolinu og gjaldþolskröfunni en markaðsáhættan lækkar vegna samhverfru aðlögunar eða symmetric adjustment og mótaðilega áhættan hækkar vegna aukinna innlána. Nú hluthafalistan sjáum við hér ekki mikið breyttur frá síðustu mynd. Við sjáum við gengisþróun frá skráningu að teknu tilliti til arðgreiðslna og erum við þar ekki hæstu hæðum en við erum í háum punkti þar og hefur raunin aldrei verið hærra en þessum tíma. En svona horfandi til ársins og horfa að þá erum við ánægð með hvað hefur verið í gangi. Við erum ánægð með hvernig skipulagsbreytingarnar stuðla að því að auka áherslu á sölu og sókn. Við erum ánægð með hvernig hagræðingar aðgerðir hjá okkur hafa haft áhrif og muni hafa áhrif fram á við. Við erum ánægð með tryggingareksturinn og þrátt fyrir hækkandi verðbólgu og annað, þá erum við ánægð að þetta leiði til þess að horfur okkar til ársins og væntingar óbreyttar að það sé samsettarhlutfallið sé 95 til 97%. Nú með þessu vildi ég svona minni yfirferð lokið og ég vildi bjóða upp á einhverjar spurningar úr sal ef einhverjar eru. Það er hérna. Já, sæll, Snorri hérna. Ég hef með tvær spurningar. Einu í sambandi við iðgjaldavöxtinn. Hvort hvaðan kemur iðgjaldavöxturinn? Er þetta útgáfa og hvernig skiptist hann? Er þetta útgáfa á nýjum skírteinum eða? Það er í rauninni varðandi iðgjaldavöxtinn þá er þetta alltaf sambland af mörgu. Þú veist, það er alltaf ákveðnar hækkanir sem tengjast bara því þegar iðgjöld hækka út af vísitölu og annað. Svo er alltaf líka verið ný iðgjöld en á móti kemur að það eru líka
hérna iðgjöld sem fara frá okkur og ég gerði það umtalsefni á síðasta fundi þegar ég talaði góð og ekki góð iðgjöld að þegar við horfðum á 10 stærstu fyrirtæki sem fóru frá okkur áramótin og svona þeirra 5 ára sögu að þá voru það 5 ára iðgjöld upp á einhverjar 750 milljónir en tjón þessa tímabils voru 1400 milljónir. Þannig að þetta alltaf sambland af mörgu, viðskiptavinir fara, viðskiptavinir koma, hækkun iðgjalda, en í grunninn erum við að horfa á að arðbærir viðskiptavinir verði hjá okkur og endinn hlutfall þeirra verði gott. Ég veit ekki hvort þetta svari spurninginu nákvæmlega, en þetta sambland af mörgu. Svo annað hérna, hvernig sjáu þið samsetta hlutfalli fyrir ykkur á 3. og 4. ársfjórðungi? Og hvernig verður það svo í samanburði við 2021? Og eina sem ég get sagt í þessu að við sjáum þetta samsetta hlutfalli fyrir hluta ársins. Það í rauninni á sama stað og það var á sama tíma fyrra. Við höfum gefið út að samsetta hlutfall fyrir árið verði 95-97. Svo getur maður bara að reikna, þú veist helminginn og veist heildina og þarf ekki fyrir átt að það hvernig seinni hluti verður en við höfum ekki verið að greina niður ársfjórðunga hvernig það verður. Við horfum einungis og erum að upplýsa það til markaðar hvernig það fyrir árið. Þannig að ég held ég sé heldur ekki að svara spurningunni alveg eðlilega en ég heldur verður að skilja að ég get ekki svarað henni betur en þetta en væntingar okkar til þess að vera á bilinu 95-97 eru góðar. Ein spurning varðandi fjárfestingarsafnið. Já. Kannski aðeins að testa ykkur þar varðandi óskráða eignunar. Já. Þetta var þetta 50% af safninu. Þetta reyndar alveg 40% af eigið fé félagsins. Ég bara svona velti fyrir mér, ykkur strategía fyrir þetta box, ykkur svona stórt þetta box getur orðið, hvað appetite fyrir því og þetta þið ekki private equity sjóður en ykkur svona exit pælingar, hvað þetta svona þessum eignum einhverju leyti. Ég get sagt, og það kannski betur Arnór komið hérna og hjálpa mér aðeins með þetta, en svona í grunninn að vinna náttúrulega með fjárfestingarstefnu og vinnum eftir henni. Síðan náttúrulega alltaf að bara leita leiða til þess að ávöxtun fjárhagna verði með sem bestum hætti, með sem minnstri áhættu. En ég held að Arnór sé kannski betur til þess fallinn að svara þessu. Ekki vel, Arnór? Já, vissulega, ég meina eins og Helgi kom inn á, þá erum við bara með tiltekna fjárfestingarstefnu í þessu. Vægið kannski já, í kringum 50-60% í dag, það kemur náttúrulega miklu lítið til út af hækkunum á eignum. Við teljum okkur hafa bara ágætis svigrúm þarna og það kemur aðeins í gjaldeyrishlutfall félagsins, þú sér það er 1,65 í dag. Þannig að, og svo ef við horfir á eignasafnið okkar og þessar eignir sem við eigum, þá horfum við alveg til þess að einhverjar af þessum eignum verða skráðar á markað á næstu misserum og væntingar það. Og svo erum við með okkar eigin verðmæti á þessum félögum og hvað við teljum eðlilegt exitverð. Þannig að ef þetta svarar spurningunni einhverju leyti, þá og ef þú vilt eitthvað bæta við hann. Solvency kappar ekkert þetta hversu hátt þið getur orðið. Solvency, það kemur inn bara gjaldþolskrafa á óskráðar hlutabréfaeignar, það kemur inn í allt mixið, en það ekki, nei. Og það inn þá bara fjárfestingarstefnan okkar sem setur þetta. Einhverjar aðrar spurningar? Þá vil ég þakka fyrir en leið ítreka það að við erum búin og finnst mjög gaman að fá ykkur í heimsókn og fjalla félagið eins og hægt og hvet ykkur til þess að koma á slíku fundi. Að því sögðu þakka ég fyrir þennan morgun og óska ykkur góðs dags. Takk fyrir.